Konan sem enginn þekkir en flestir vita hver Tanja Seraf, þú ert gestur minn það í bókakjallarnum og þú ert ekki bara hérna að því að þú ert sjúkur bókaormur heldtekinn bókaormur það líka að því mér finnst bara allt forvitnilegt við þig þú ert í dag aðstoðarforstjóri Alvotech þú varst aðstoðarforstjóri íslenskar erfðagreiningar þú ert búin að vera mjög aktív í íslensku viðskiptalífi og einn af stofnendum Auðar Kapital en ég ætla að ræða alls konar við þig í dag ég ætla að byrja þess að hérna að tala mína frábæri kostendur ég er svo heppinn að vera með kalda bjór og þú mátt alveg fá þér 0% það ekki meira þú mátt fá þér seinna aðeins sterkari bjór og svo Storytel og það sem svo skemmtilegt að inn á Storytel eru bækurnar Fíu Sólar eða Kristína Helgu Fíu Sól og það tengist hér nú aldeilis sterkum böndum og við ætlum að koma inn á það á eftir en byrjum aðeins á byrjum aðeins bara á hvernig þú byrjar að lesa þú 4 ára gömul, hvernig gerist það? Býrð í Pétursborg hvernig fer það að lesa svona ung? Ég spurði mömmu í gær hvernig þetta hafi, af því að það svo sterk minningi minni að ég hafi lært að lesa 4 ára og því að saman tíma þurfti ég að fá gleraugu. Þannig að ég spurði mömmu í gær og hún sagði það var sko alls ekki þannig að ég hafi pínt þig heldur var það þannig að við vorum að gangi og þú varst alltaf að spyrja stafi og svo vorum við í strætó og þá varst að byrja að lesa á skiltum sem voru úti þannig í rauninni samkvæmt henni var það bara svona ég að læra stafi og svo að læra að setja á saman en hins vegar á heimilinu var mjög mikið af bókum og allir í kringum við voru alltaf eitthvað að bauka í bókum bæði sem sagt í bæði fjölskyldið þá mömmu og pappa og byrjaðu bara að sækja bækur og skauta þig áfram í rauninni þá allavega samkvæmt mömmu þá var það einhvern veginn þannig og svo var alltaf amma mín var rússnesku kennari líka þannig að það voru bara bækur út allt og einhvern veginn þótti það og ég meina þetta snerist rosalega mikið tungumál og lestur já mamma mín ensku kennari og lærði ensku í Háskólanum Pétursborg pabbi minn dönsku kennari hann var prófessor og yfirmaður norrændeildar í Háskólanum Pétursborg og þangað til alveg nýlega og hann ennþá að kenna í Pétursborg hann ekki nema 88 ára og bara var hættur að vinna og en var hættur að vinna í 2 ár fannst það leiðilegt þannig að hann byrjað að kenna aftur og nú hann að kenna íslensku að kenna íslensku í háskólanum í já þó að danska sé raun hans fag en hvað verður til þess að þú eða mamma þín upphaflega flytti til Íslands? Og það var þannig að því að mamma hafði verið að kenna og var að kenna í háskólan sem þá hét Háskóli Leningrad og það var auglýsing í deildinni hjá henni og það var verið að auglýsa eftir einhver til að fara að kenna rússnesku á Íslandi í háskólanum og hjá mér og það þurfti að vera einhver sem talaði ensku þannig að hún sótt og fekk og kom hingað til Íslands haustið 1970 og var fram á voru 71 og var 1 ár og til að kenna íslensku. Þá kynntist hún manni sem var síðar eiginmaðurinn Halldór Vilhjálmsson menntaskólakennari. Mamma heitir Aleftína Drúsina og síðan kemur hún aftur út, hann kemur inn á eftir henni en nokkuð skipti svo sem verður til þess að haustið 72 giftuðu sig og síðan haustið 73 flytjum við ég og hún til Íslands. Þetta alltaf viðbrigði, 7 ára gamalt barn að fara einhvern veginn úr svona menningaborg, Pétursborg og yfir til Íslands, hvernig manstu þetta? Já, ég með svona, getur kallað svona bernsku minningar það að fyrsta ferðin, ég man svona 2 minningar annars vegar þegar í flugvélinni þegar flugfreyðin sagði takk, það var fyrst íslenska orð sem ég heyrði og takk og hvað þýðir það? Því það þýðir svona á rússnesku, takk þannig það var útskýrt að þýtti takk og svo næsta minning var þegar við vorum að keyra í nóvember til Íslands kvöld það var kalt og rók og svo fannst mér svo skrítið hvað mikið myrkur og að það væri svo litli staurarnir og það væri slökkt á þeim strax ljósastaurarnir sem voru vegstekurnar augljóslega
þannig að það var svona svona glefsur glefsuminningar og svo man ég næst bara nokkurndi setna þá fyrir í skólan á Íslandi og þá hafði ég verið í skóla í Sovétríkjunum, september og október og þar var allt svona mjög sovést og ég var í skólabúningi svo kom ég hingað til Íslands og það var ekki þannig að fór í Hlíðaskóla og fyrsta minning að koma í bekkin það voru 2 minningar, minning 1 var að það voru allir að lita sem ég fannst fyrirlitlegt það hefði maður gert í leikskóla í Sovétríkjunum. Já, bara barnaleg, kjánaleg. Og númer 2 var að þegar dagurinn hófst á því að allir sögðu faðirvorið sem ég fannst líka, það var ekki gert í Sovétríkjunum. Þannig að en að því við erum oft að tala bara aðlögun innflytjandi í dag, hvernig við getum einhvern veginn hjálpað þeim áfram og stutt við þau að koma svona hraðar inn í samfélagi getur maður sagt og ég veit að þetta allt öðruvísi tímar í dag heldur en þegar þú kemur en samt eitthvað svona sem þú getur bara bent á sem hjálpaði þér. Já sko, náttúrulega 1973 voru lengir útlendingar á Íslandi og það var engin það hefði aldrei neitt tekið móti útlenskum krakka held ég nema þá mestulega einhvern sem hefði verið íslensku sem hefði verið að læra erlendis en það sem var gert fyrir mig þetta fjölskylda mín eins og ég hef nefnt áður tungumálfjölskylda þannig að mamma og stjúpi minn þau settu mig strax í það að lesa á íslensku og fyrstu bækurnar voru doddabækurnar og ég var bæði látin lesa til að hafa framburð og orðaforða og svo þýða og ég fekk litla bók þetta var svona í samstarfi kennaran í skólanum Sjörbekk að það var skrifað Tanja las Dodda 7 blaðsíður og Tanja þýddi yfir á rússnesku 8 blaðsíður og þetta fór ég með í skólan og fekk stjörnu og þetta og svo var næstu svona fyrst voru svona smá barnabækur svo var manni líka eftir að hafa gert þetta sama við ævintýri æskunnar sem orðaforðið minn sérst í prinsum og prinsum var rosa góður Já, það voru þessar geggjuðu bækur sem ég man líka eftir það voru ástir og ævintýri prinsa og prinsessa og þetta var eiginlega grunn alltaf sömu sögurnar eða sami sögurnar eiginlega, dálítið mikið og yfirleitt endaði með því að hún prinsessa lenti í einhverjum vandræðum og prinsi bjargaði henni En svo annars svona minning að í maí að ég flytti í nóvember í maí þá lendi ég ekki stóri bílslýsi en þá þannig að það var keyrt á mig að og ég fór í sjúkrabíl og það voru sjúkraflutningamennirnir að tala við mig og svo spurði hvað heitir og ég segi heiti Tanja nú segðu þeir þá ertu útlensk og ég segi já nú við heyrum það ekki þannig að allavega þannig í maí þá samkvæmt þessari sögu þá bendir til að ég hafi farin að tala íslensku Þannig að það eru sjúkraflutningamenn sem staðfestu það að þú varst bara fín í íslensku Þeir vottuðu það að íslenska var góð og svo það sumar var ég í svona sveita sem við áttum hús í Fellabæ þannig að það voru ég leika með öllum krakkanum þar og ég held svona það og með frænku minni Guðrún Einarsdóttir þá ég held að þá ég eiginlega endanlega lært íslensku það sumar En hvað sko ég oft velti fyrir mér þegar að þú kemur úr landi sem að þú ert með mjög sterkt tengsli við og fjölskyldu þar og svo eftir að alast upp hvernig skiptir einhvern veginn máli upplifur þið sem mannus Rússa eða Íslanding eða ertu einhvern veginn að flakka þetta á milli segðu mér það Já sko þegar ég spurði í útlöndum where are you from þá segi ég þann dag í dag I live in Iceland þannig að en ég meina svarið ég bara hvorutökja ég er íslensk en með þennan uppruna ég held að ég myndi að lýsa því þannig En hvernig bara með þennan bakgrunn bara alþjóðapólitíkin og Rússar eru náttúrulega mjög yfirleitt áberandi og hafa nú verið notaðir sem óvinnir í gennum langan tíma í bæði kvikmyndum og sögum og njósnasögum og öllu slíku hvernig svona horfir á þetta bara eins og hvern annan skáldskap eða skiptir þetta því máli hver eru tilfinningarlegu tengslinga hvað öllum fréttum og frásögnum
Já, ég meina það er náttúrulega öðru vísið fyrir mismundi stig í allum þessum árum síðan ég flutti til Íslands. Það eru bæði svona, þegar Sovétríki voru, þá voru allt lokað og læst. Já. Svo voru svona eiginlega góð, þessu kallum góða árin þegar það var bara hægt að ferðast, svo núna er erfið tímar. En þú manst eftir mómentinu þegar Gorbatsjov og Reagan hittust hérna. Var þetta ekki alltaf svona stórstund fyrir þig? Jú, ég náttúrulega tók þátt í þessu. Það var í október 86. Þú hefur verið bara 20 ára. Já, ok. 20 ára, já, 20. Já. Ég var 9. stúdent. Ég var að byrja í háskólanum. Já. Og það var svona mjög fyndin svona minninga. Ég sat í rútu, að leiðin til Keflavíkur, frá Keflavík. Ég hafði verið í fríi í Parísi, var að byrja í skólanum í lögfræði fyrsta ári. Á bara daginn eftir og þá situm við allir í rútunum situm við satt í útvarpinu Reagan og Gorbatsjov fyrir að fara að hittast í Reykjavík eftir viku og allir í rútunum bara svona það er ekki 1. apríl í dag. Þetta var svo stórt. Já, svo kom ég heim og þá var bara skilabúð að hringja í Björn Friðfinnsson og svo hringdi þannig talar ekki örugglega rússnesku. Ég svona, jú Já, sem túlkur þá. Já, ég var ráðin fyrst í eitthvað óljóst en sem endaði því að ég var að vinna í fjölmiðla miðstöðinni sem var í Hagaskóla. Þar voru komu 2000 blaðamenn til Íslands þessa daga og það þurfti einhvern veginn að þjónusta þá yfir í það að það þurfti bara að redda allir þessu ritvélum af því það voru allir ennþá með ritvél, rafmagnsritvélar og þetta setja upp telex og alls konar og yfir í það í síðustu dagana það var verið að undirbúa háskólabíó þar sem allir hefðu vonast til þess að það yrði náttúrulega eitthvað stórkostlega sem gerðist og þar yrði samlegu blaðamannafundur. Þar var ég með einhverjum skrýtnum mönnum sem voru undirbúa húsið og voru að taka allt rafmagni í gegn og ég var alltaf svona setna að hugsa hvað voru þeir að gera þetta rafmagn og yfir í það að vera með svona það sem heitir blaðamannapúl þar að segja að það er valdir blaðamenn þegar svona margir mættir þá þeir sem fá að taka mynd af Vigdísi og Reagan eða Gorbatsjov og Reagan eru valdir, þar fylgdu strætó og ég fekk svo heppin að fá að fara strætó eins og fór út á Bessastöði og fekk að svona labba inn með hópin sem fekk að taka mynd af Gorbatsjov, Ræsu og Vigdísi. Ok. En þú hittir Gorbatsjov? Ég verði að játa, ég talaði ekki við hann, við erum ekki ég var í sama herbyggju hann. Ég meina, þetta er alveg stórt. Þetta er svona pínlítið bara til að setja í samhengi ef að Trump og Putin myndu koma hérna saman og funda í höfða. Þetta var risastórt, þetta var náttúrulega alveg heimsögulegt. Já, og ég man eftir því, það voru allir með vættingar og það voru beinar útsendingar og það var verið að bíða þegar hurðir opnuðust eða lokuðu. Og svo daginn eftir sem á sunnudeginum, þá var í rauninu þá fer Reagan, því það gerðist ekkert. Reagan fyrir út á völl, og hann gefa út að hitta bara hermennina. Já, hermennina og er með einhverja svona ræðu fyrir þá en Gorbatsjov verður eftir að fer í háskólabíó og heldur sín eigin blaðamannafund. Þar sem við vonuðumst til að þeir kæmu þar sem þeir átti raunir við höfðum vonast til þess að þeir væri að koma saman og segja eitthvað frábært. Hvað sagði hann aftur? Hann hélt geggjaða ræðu og það man náttúrulega engin lengur hvað hann sagði en það var bara, hann var svo það var svona einhvern veginn allt rafmagnað þannig að þetta var svona eins og maður þó að það hefði ekki orðið friður saman þá var þetta samt svona stór stund einhvern veginn. Það var orð sem allir voru farnir að nota, perestrojka. Já, perestrojka. Manstu hvað það þýddi? Já, það þýðir endurbygging og það var, hann var svo stórhuga í markmiðunum og svo svona, hefur maður oft heyrt í svona, þegar að menn eru að endurskrifa söguna að þá verið að kenna hann jáfnvel að hafa einhvern veginn brotið niður Sovétríkin og hvernig horfið þú svona tilbaka að ég held að þetta hafi verið svo leiðtogi í Rússlandi sem að svona Evrópa og Vesturlönd nánast fjallu fyrir. Það er staðan, ég meina hann er mjög vinsæll á Vesturlöndum í rauninni en hann er ennþá alls ekki vinsæll og hans legacy er ekki í Rússlandi. Og er það líta menn á einhvern veginn eins og hann hafi skadað? Í dag var hann kent beinlegins að hafa eyðilagt Sovétríkin. Þannig að sem sagt. En voruð ekki bara á leiðinni sundur hvort þið er? Já, það fer eftir hvernig spyrð en Pétursborg,
að því að Pittsburgh hvað getum við kallað, norðarlega Já, norðarlega. Já, og þannig hún ekki langt frá til dæmis Finnlandi og Lettlandi og Íslandi og þessu stöðum. Þetta upplifir eins og að fólk í Pittsburgh sé einhvern veginn nánara jafnvel svona Evrópu eða Vestur Já, alveg sögulega séð frá því Pétur Mikli sem uppbyggði þessa borg bara á Mýri að hann var sá rússakeisari sem vildi glugga í vestur. Hann fór til Hollands og var að mennta sig þar og svo kom hann tilbaka og vildi semst byggja borg sem var þá líka byggð á vatni og var talaði alltaf borgina sem gluggan í vestur. Þannig að það svona eiginlega á þeim grunni þessi borg búin til. Mikill munur til dæmis bara á Moskvu og menningun í Moskvu og bara fólki og til dæmis Pittsburgh? Já, ég myndi segja, þú veist, það þessi svona, en þessar tvær borgir þetta alveg svona öðru sem allt Rússland. Það bæði meiri peningar, menning, þetta bara höfuðborgirnar. En já, mér alltaf fundist Pittsburgh og ég þetta, af því að ég frá þeirri borg og allir þeim sem ég þykir væntum í Rússlandi búa þar eða hafa búið þar að ég með svona taugar, mér finnst hún falleg og skemmtileg og menningin þar frábær og fólki gott sko. Og svona Pétursborgari. Ég það frekar, þú veist, og svo Moskva svona, þú veist, Pittsburghar í samkeppni Moskvu, þú veist, og þannig svona En bara til dæmis að ýta undir að Íslendingar fari eins og til Pittsburghar og ferðist, gætirðu sko hugsaður einhvern veginn að fara til dæmis með hópa bara og fara borgina og segja þeim frá? Ég hef gert það. Já? Ég hef gert það nokkuð sinnum. Það ekki þetta svona sterk upplifun að því að þetta líka þú átt svona minningar og... Já. Þegar ég var fertug þá hélt ég fór í þangað með hóp og við, þegar mamma var 8 þá fórum við öll fjölskyldan og ég heldum svona lítið ættamót fórum við öll, og þegar mín fjölskylda býr út allt, það við búum á Íslandi, mamma átti 1 bróðir sem reyndar að lesa í fyrra, hann og 2 drengi sem annar býr í Svíþjóðinni í Belgíu, þannig við hittumst öll, þannig að við erum búin að gera þetta nokkuð sinnum. Það að ég nefndi áðan Fíusól og þetta er skemmtileg saga þegar að pabbiðin kemur til Íslands og þetta endar í að Fíusól er orðin rússnesk ofurhetja. Segðu mér að hvernig gerðist þetta? Að því við erum að tala um bækur. Þá er ég með Fíusól á rússnesku. Hvernig segirðu nafnið? Fíusól. Fíusól? Já, Fíusól. Og það er rússneska aðferðin að vera ekki að þýða sem sagt nafnið hennar og ekki heldur og ekki Lína Langsokkur líka Pippi Langström og það er bara rússneska leiðin að Og meðan við snúum öllum nöfnum yfir í eitthvað. Já. En sagan er svona að þegar ágúst 2008 þá kom pabbi, konan hans og bróður minn og kærastan hans til Íslands og voru hjá okkur 3 vikur. Og þá var ég með krakka sem voru svona frekar lítil og ég var að lesa Fíusól bækurnar fyrir þau að þetta alltaf verið mikil uppáhalds söguhetja í okkar lífi og bæði barnana og mín og mér finnst hún bara sko, ég segi stundum mamma Fíusól er mín uppeldis fyrirmynd. Það mjög mikið setningum sem ég nota á börnin beint upp úr mömmu Fíusólar. Þannig að þetta er gott fyrir foreldra að lesa hana. Já, því hún er bara svo skemmtileg og fyndin sko, en krökkunum finnst hún líka skemmtileg sem er kostur að henda fyrir báða. Nema hann er að fylgjast með þessari fjölskyldustund og hann hefði mikið þýtt úr dönsku mest. Hann hefur líka þýtt á norsku og líka sænsku, þannig að hann fer heim með eina bók þessa fyrstu Marit sem er svona minnst og ákveður að prófa þýðana og gerir það og svo kemur fyrir ekki bara hugmyndin út frá því að hann veit hvað þið eru ástriðu full að svona hugmyndin kviknar hjá honum. Já, hann fer semst að og það bara fylgir söguna, hann í rauninni talar ekki íslensku hann hefur lært forníslensku. Þannig hann ákvað að þýða úr tungumáli sem hann kunni ekki til. Í rauninni. Þannig að þetta er alveg svona, við getum kallað þetta svona ástarverkefni. Svo er hann búið með eina, þá tekur hann aðra og enda með því að þýðir þar alla sem á þeim tíma voru til, sem voru 5 eða 6. Og svo er hann bara með svona, endalaust svona, því hann hefur mikið þýtt, sérst líka aðra barnabækur
og í hvert sinn sem einhver byrjar að þýða eitthvað norsku eða dansku þá spyr hann, ég er nú líka með þetta handrit maður bjóður og það hafðist næstu einu sinni og svo floppaði, svo annars skipti það floppaði, svo í þriðja sinn og þetta var í upphafi á 2020 þá fannst útgefandi sem að vildi gefa hann út og það var eiginlega eftir að COVID hófst þannig að við vorum búin að græða þetta allt og fengum líka einhvern smá styrk úr þýðingasjóði hérna á Íslandi að þetta, og sérst það sem var skemmtilegt í söguna, ekki bara, pabbi hefði líka komið til Íslands og hitt Kristínu Helgu þegar hún var formaður rithöfundasambandsins og fórum að heimsækja hana. Þekktur hann eitthvað fyrir? Já, ég þekkti hana. Ég þekkti hana, ég bara hringdi og segi mig við koma og svo yfirleitt í Rússlandi eru svona barnabækur það fundin rússneskur teiknari en það var ekki því að ég sendi bækurnar og þau bara fjalli fyrir myndunum að Saldós Baldurssonar þannig að enda með því að þau ekki bara gáðu þar allar út heldur nótuðu teikningarna Saldós líka þannig að það var 1. apríl 2020 og það kom með fyrstu út og svo komu þær allar út bara í belgubið. Hvernig þetta gengið, veistu það? Sko ég veit, þær voru alltaf, ég var að fylgjast með þessu fyrst, svo datt ég aðeins bara, þannig ég veit þær kom allar út, það voru alveg vinsælega þarna fyrst, svo veit ég ekki hvað gerðist svo. Það alveg stór merkilegt, vegna þess að maður hefur oft heyrt þú veist það eru flytta fréttir á því einhverju þýddur í einhverju landi, en mér finnst þetta alltaf stórt að barnabóksið þýddi yfir Rússland. Og svo það sem gerðist síðan að þessi sama útgáfa tók fleiri íslenska bækur, tók Hallgrímur Helga, hefur líka verið að gefa hann út og Var það Andra Snæ? Já, Andra Snæ ég held líka þá bók, já, þannig að þeir tóku, þú veist, nokkrar upp á sína arma, ég er ennþá að fylgjast með þessari konu á Facebook sem svo hún er ennþá sko að promotera Hallgrím Helgason nýlega þannig að það var eins og það nýlega verið að gefa út en sko er Ísland eitthvað á radarnum í Rússlandi? Já sko það nefnilega svo skrítið að eiginlega frá Sovéttímanum það hafa allir Rússar vita hvað Ísland Okkur. Og það út af það þrennt sem að þeir þekktu í gamla daga þá var að síld að það var sko verið náttúrulega síld fegst út allt gaffalbitaboksin og það var einhvern veginn lópapeysir, lópatreflar og svo var Halldór Laxness. Já, það í gegnum Laxness líka. Já, því hann var mjög mikið þýddur að því hann náttúrulega var rithöfundar að réttri pólitísku skoðun, þannig að hann var allar held ég meira minna hans bækur verið til á rússnesku. Varstu sjálfur hrifin af Laxness? Ekkert svakalega. Ég náttúrulega las hann bara í skóla eins og við öll, Íslandsklukkuna og þetta. Svo las ég þegar ég var fullorðin sjálfstætt fólk Bjartur, já smíðast hræðileg bók það segja mér svona en samt sko hugsa ég að hún sé góð að því að maður alltaf hugsa svona margt í henni og ég ég gaf hana einu ágættum bandarskum vinum mínu sem að spurði mig fyrir allmörgum ára sem hvernig skilja ég íslenska sál þannig ég sendi hún þá bók í jólagjöf Íslenska sálin sjálfstætt fólk það er bara sjálfstætt fólk og hann fannst hún flókin en hann sagði ég sagði hvað hann var svona what's the point ég sagði bara maður sem tekur alltaf eða stundir rangar ákvörðunum en alltaf réttum ástæðum það er mjög íslenskt og hann alveg endalausar rangar ákvörðunir en sjálfstæðið skiptir öllum bara eiginlega bölvuð helvíts þrjóska þrjóska hvernig svona hvaða bækur hafa bara haft áhrif á þig þú veist þú talaði Dotta og ég ángrín sko vegna þess að það er svo sterka minningar sem maður á oft af barnabókum það er einhvern veginn svona opnað einhvern svona heim en svona þegar þú varst unglingur sko ég þannig bara að segja að því ég kom svo það er einlega 3 bækur sem sagt bók nummer 1 það er Greifinn af Monte Cristo hún er nú bara einhver svona biblía fyrir þér í alveg þannig að Greifinn af Monte Cristo ég kom með ég fór að leita að henni í gær og ég fann bara ég fekk hvað áfall ég finn bara aðra sko þetta er annað bindi þannig að þegar ég farið rannsókn að vinna hvað hinn er en allavega fann aðra og gaman að segja að þegar við mamma komum til Íslands
þegar hún í rauninni ákveður sem ég finnst ótrúlega hugrægt að þora að flytja frá sínu heimalandi og þegar þú fluttir á þessum árum frá Sovétríkjunum þá var ekki að þú sæja neitt aftur sem þú þekktir af því að það var ekki þannig að þú verður að fara þangað, þú veist, ekki var internet til og ekki var maður að ringja nema það einhver dó og það voru símskeyti og bréf og svo kannski myndum við fara þangað eftir og þannig við flyttum til 73 fóru næst til Rússlands 1980 þannig að það sem við komum með var margir kassar af bókum og þetta var einn þeirra Greifinn af Monte Cristo á rússnesku náttúrulega og þessa bók las ég aftur og aftur og aftur. Hvað var það í bókinu sem að heillaði þið svona? Já, það er bara þessi bók, að því að núna er nýbúin að sjá líka svona, búið að gera tvær bíómyndir, nýbúin að sjá aðra þeirra franska. Það er svo margt í þessari bók svona, það er sérst örlög, ástir, óréttlæti, hefnd, það er líka viðskipti, það er svona eftir á það er svona, þú veist og svo er svona líka fallegar ástarsögurinn á milli það er allt í þessari bók sko að því þú fannst tala hana þá mér fannst sko eins og þú væri líka að lýsa bara vesalingunum já það er nefnilega það er bók nummer 3 nú er það, ok bók nummer 2 eru skipturnar 3 það er líka Dumas, Alexander Dumas það er, veistu, það er næsta bók og þessi er svo mikið lesin að hún var komin í plast já, ok, það er bjargin þannig að og þetta er eitt þetta er eitt fyrsta bindi af 5 sem allar er svona, þannig að þetta var annað þessi var svona kannski líka sem ég las já. Og bók 3 voru veislingarnir og það er það er sama, það er þetta með sterk örlög, ótrúlegt óréttlæti en samt fegurð já. Það er líka sagan, þú veist, það er eins og það er franska byltingin. Já. Það er alltaf einhver heimur. Já, það er svona svakalegt óréttlæti en samt svona einhverju sem eru þannig að andstæða gott og illt. Og ekki fyrirsjáanlegt að það tekur alltaf einhverjum svona stórum breytingum lífið. Og það er svo gaman maður hugsa eins og vesalingarnir sem er svona eldgömul bók að það er eins og það hvernig þetta endurvakið svona þessi saga í söngleiknum. Já. Sem að var settur upp á Íslandi í Þjóðleikhúsinu fyrir nokkrum árum alveg frábær sýning Egill Ólafsson og Þór Breiðfjörð og þetta var bara frábært leikhús og það er núna þú veist, þannig að það er svona gaman að mér finnst þetta svona skemmtilegt en allavega þetta var nú svona bara eitthvað sem ég og svo hitt sem ég las þegar ég var barnunglingur að ég var í ballett í Þjóðleikhúsinu Böðkópói, fór í strætó til þessari vikunni í bæ og notaði alltaf tæki fór á Borgarbókasafnið og tók þar þessari venjulegu bækur sem við lásum á þessum árum gamla, góða Borgarbókasafni á Þingholtsstræti já, Nancy bækurnar þú veist, hvað hétt þetta ævintýra bækurnar, dularfullu bækurnar Annie Blyton, þetta allt já, ég man þetta Bob Moran og ég Annie Blyton og þessi furðulegi krakkahópur Anna og Georgína já, þessi kallaði þessi Georg akkurat já var það ævintýra bækurnar eða var það já, dularfullu bækurnar það var Finnur já. En ég man alltaf eftir þessum sérstaklega þeim tveimur þessum stelpum önnur sem vildi einhvern veginn vera strákur og hinn var einhvern veginn minnsti feministi í heimi hún var þjónandi hún var út í læk að vaska upp eftir að allir verið búin að og taka til og ganga frá eftir alla hina og Georgin og svona einhvern veginn í einhverju uppreist og svo voru tveir strákar sem ég bara, þeir eru eiginlega svo flatir í minningu eða sem sagt ég bara man ekki eftir þeim eins og vel en svo þegar maður bara íslenskir rithöfundar einhver svona sem hefur algjörlega bara hrifið þig fyrir utan Fíusólu þetta ég verði því miður að játa að eiginlega ekki en því að ég veit ekki, ég hef alveg lesið alls konar íslenska höfunda en það er ekki svona sem að ég hef bara ekki ég hef einlega minna það sem er svona útlenskur höfundur sem ég langar að nefna það er Amy Tan og það er ég fann ekki þá bók en uppáhaldsbókin mín eftir hann er hvað heitir hann nú eftir íslensku Leikur hlæjandi láns
það mér minnir að hún sé númer 1 hérna, eins og las ég allar bækurnar, hún hefur ekki skrifað margar. Nei, Beinagræðarinn er ein. Einmitt, og þessi hérna heitir The 106 Senses á ensku. En það tikkat alltaf inn í nákvæmlega eins og þú lýsir góðum bókum þetta svona að þetta svo miklar örlagasögur. Já, og það sem annað sem ég tengi svo við að þegar fyrsta bókina fjallir raunir kannski hennar eigin fjölskyldu eins og ég skilða að hérna örlagasagu kvenna frá og svona kínversk móðir, bandarísk dóttir og sérst örlagasaga hvernig hún kemur frá Kína til Bandaríkjanna, mamman hérna sem er svo sett í skáldskaparbúning. En að því að þú segir einmitt örlagasaga sterkar kvenna og annað. Nú ætlum við aðeins að snúa okkur að segðu mér af hverju svona rosalega prívat manneski. Það sko það í alvöru, það þyrfti heila leyniþjónustun til að komast að því að þú átt mann og þú átt 3 börn og það einhvern veginn sko þú átt rosalega erfitt með að tala sjálfa því eða viltu bara ekki að einkalífið ég tala alveg sjálfa með mig bara fólk sem þú veist ég þekki. Já, en ekki í svona opinberlega mér finnst ég ekki þörf fyrir það sko. Nei, og ekki að fara í svona opinskáu innlegu viðtölin á forsíðu. Nei, ég átta mig ekki á til hvers sko, veist, nei. En þú ert einhver leiti samt svona píndu prívat. Þú sko, nú ætlum ég bara aðeins að lýsa þér og ég má við fyrstu kynni ertu svona smá fyrirvari ekki alveg að opna á svona, og hleypa öllum að þér og svo svona, meira svona opinn og svo ég held ég að þú sést alltaf að leita að því hvernig þú getur treyst öðrum þar til þú stígur inn í og segir ok, ég skal hérna gefa aðeins meira af mér og þú virkar rosa cool svona eins og þú bara takir ákvæðin svona, nei, þetta er bara kjaftaði, burtu með þetta eða eitthvað slíkt, ertu svona rosalega svona skýr basic manneski eins og ég að lýsa eða kannski veist það ekki ég bara veit það ekki mér finnst líka bara svona mér finnst þetta allt svona svolítið svona frasa eða skilur, maður bara það sem maður já. Og hérna en maður líka eitthvað sem að fólk ímynda sér þar til að því að maður kynnist í og þá kemur einhver önnur mynd af manni að því að ég veit þú hefur verið að hjálpa konum, ungum konum og svona miðla til þeirra þannig að þú ert svona idol í ákveðnum greinum og ég já, ok, þú mátt sko, það er eitt sem að þú hefur aldrei lært það er að taka rósi Nei, þú getur það ekki og þess vegna er þetta aldrei gaman að pína þig en ég veit að þið finnst svo þægilega og segir bara, ætlum við ekki að tala um bækur en hérna taktu rósi með því að segja bara takk Þórhallur bara fallega en af hverju fallega sagt hvað, er það eitthvað svona í hérna blóðinu að styðja við konur eða ungar konur sérstaklega? Já, vegna þess að sko það sem að ástæðan fyrir ég hérna reyna að gera það eins og ég get er bara því ég hugsa alltaf að stytta sér leið hérna, ég segi stundum í gríni sko, ég hef kannski uppgöt að vera eitthvað sent í þessi kvenkins og það sem ég meina er það að hérna sérst, að ég svona hérna ég hugsaði bara, fyrstilega því ég var að klára stúdent, ég hugsaði bara það er bara jafnrétti komið, þetta er bara komið. Já. Og þú veist, bara vinnur jafn mikið og strákarnir og allt sem tækifærin og eitthvað svona, svo líða árin og mér hefur alltaf gengið vel í atvinnulífinu og ég hef fengist bara fullt af góðum tækifærum og bara, mér veist ég bara að vera farsæl og heppin. Já. Nema að ég sé þetta, þú veist, svona kringu 35, 36, þá fatta ég að það kannski ekki við alveg alla aðra. Þannig að ef það er eitthvað sem ég get deilt með að minni reynslu til að hjálpa öðrum að stytta leið það er einlega það sem að svona drífa mig áfram. Hvernig hérna finnur til dæmis bara mikið mun á ungum körlum og konum þegar þú kom inn í atvinnulífið og eru einhvern veginn svona farin að taka pláss? Já, sko það er ennþá náttúrulega, þú veist, þetta er að breyta sem betur fyrir allt enn og aftur en með svo staðreynd að við sittum með að ræða þetta segir manni að það er eitthvað til að ræða. Já. Þannig að það eru tækifæri og ég hérna
það er svona margar stelpur ofhugsa hluti og ekki bara stelpur, líka strákar, það er bara fólk, þannig að það er eitthvað sem maður getur reynslan líka, kennir manni þau sem er búin að gera eitthvað ofta mörgu sinnum, að þá áttum maður sig kannski það er í fyrsta sinn sem ég gerði þetta og ofhugsa þetta rosalega, hjálpaði það ekkert endilega, þannig að En þú nefndir við vorum að ræða árum byrjum settst niður miðlara, verðbréfamiðlara strákar eru dálítið í þeim hópi og það eru svona dálítið kaldar ákvarðanir, þetta er svona sala og byggða á einhverjum upplýsingum og konur einhvern veginn er ekki eins sterkar í þessu, en samt eftir að segja að konur séu yrðu 10 sinnum betri miðlara en kallar. Ég myndi kannski segja að það yrðu nákvæmlega jafngóðar, af því að það eru Lýstu þess aðeins bara hvaða element er þetta? Já, það er þetta hvað er það að miðla? Það er að hringi fólk og segja og tala við fólk allan daginn og segja hérna er kauptækifæri, sölutækifæri eða bara ræða einhver ákveðin félög eða hvernig það gengur, en stelpur er rauninni finnst mér að miðla allan daginn, það miðla bara öðru, þær eru nákvæmlega með þessa hæfileika þar að miðla við erum að fara saman í afmæli næstu viku við erum til 10 vera saman ég fer að kaupi og svo sendi ég ykkur öllum skipla í fjölskyldum það er afmæli, við ætlum að fara í sumarfrí næsta sumar með stórfjölskyldunni hver á að heimsækja ömmu allt það er svona einlega flæði og strákar hafa kannski bara treyst á og þetta er miðlun í mínum huga er þetta svolítið saman hæfileiki eins og það að vera að tala um fólk hlutabréf, hér er ég að tala um fólk þá kannski ég er að miðla tilfinningum eða fjölskyldutengslum, þannig að í mínum huga alveg eins og gerast í Bandaríkjunum með fasteignasala að einu sem voru alltaf kallmenn en svo áttaði sig einhver á því að yfirleitt er þeir sem taka flestra ákvæmni varðandi fasteignakaup fjölskyldu er yfirleitt konan og þannig að eftir það fóru konur að fara meira inn í að gera og eru standa sér mjög vel í því af því að það er mismunandi bara fólk sem hendar mismunandi fólki en mögulega því við erum að tala að og sjáum alls konar niðurstöður og einhverjum rannsóknum og könnum að konur til dæmis fjárfesta síður í hlutabréfum en er það vegna þess kannski að þeir sem eru að selja þeim eru einhverjir kallar með kassan úti en vantar kannski, þessa það getur verið og svo er annað sem er líka að jáfnvel það er stelpur sem fari í miðlun þar endast ekki það farist utan tíma og segja bara að þetta er ekki að henda mér af því að þær ná ekki að koma svona menningunni sem að þær passar þeim inn í það er eitthvað sem að við þetta sem að ég því var hjá Kapital þá voru við þetta mikið að vinna með þetta þá og svo stundum að því það er orðið frekar langt síðan að ég hugsa oft í dag af hverju þú veist að því mér finnst þetta og allir bankarnir að reyna að bæta þetta en svo það hefur ekki gengið að þá nú vel þannig að þú dettur inn í að verða svona halda fyrirlestra og hjálpa konum var þetta ekki bara eitthvað svona er þetta ekki eins og allir hluti gerast það gerist bara óvart það gerist þá mjög algjörlega bara kölluð í fyrsta fyrirlestur og já, eða þú veist það beðir mann einhver viltu koma eitthvað þarna og eitthvað segja og ég bara svo vil það að ég really eins og segja, ef ég er að segja við aðra að fara út fyrir bóksið það endur að mann, þá verð ég að gera það sjálf líka það er nákvæmlega maður á mjög öll með að segja öðrum hvað þeir eru að gera það er yfirleitt mjög þægilegt eitt að því að við erum núna á einhverju stað í veröldinni þar sem að heimurinn er að taka svona miklum breytingum bæði í viðskiptum og efnahagslífi og það er alls konar spádómar yfirvofandi kreppur eða að jafnvel átök milli ólíkra heimsluta og annað heimtúr gefum okkur núna að ég héti Kristrún Frostdóttir og myndi ákveða að hringja í þig og segja bara viltu gefa mér öll þín bestu ráð varðandi bara næstu daga, vikur og mánuði varðandi íslensk stjórnmál og hvernig ég á að halda utan þetta. Hvað myndir þú segja við Kristrún í þessum? Ég er ekki nefnilega pólitíkus. Nei, en ég held að það þurfi stundum að koma inn að önnur hugsun en bara pólitík. Já.
eitthvað svona, ef þú mætti gefa bara köld ráð inn í aðstæður eins og þær eru? Ég held að við erum svo lítil, við erum bara litla Ísland, að ég held að það sko, ég veit ekki hvað orðið ég nota, samþætting eða, veist, við erum svo lítil að það hlýtur einhvern veginn sko, þú veist, stundum er satt lítil börn, lítið vandamál, ég held að mörguleiti lítið vandamál, að það er ekki svo flókið í rauninni að fólk tali saman og þetta á líka við atvinnulífið og veist, mér finnst einlega það sem við ættum öll að læra að tala meira saman og hlusta okkur annað eiginlega, og þá átt okkur við erum í rauninni öll í sama liðinu. En við sjáum það líka að stjórnmálamenn eru frekar að aðgreina sig í að vera ósámála til þess að skapa sér sértu sem leið til þess að það er ekkert mjög mikið lausnir. Nei, það er náttúrulega alveg ótrúlega þreytandi sko, þessi svona þrætubóka mikið bara til hvers hver græðir á því og það er alveg augljóst alltaf almenningur kann ekki að meta þetta. Og við viljumst líka vera einhvern veginn að búa til að nærast meira á vandamálunum en það vantar kannski svona lausnamiðari hugsun. Er það eitthvað sem eru svona skilaboðandi þín? Þetta er ekki svona flókið ef þið farið bara að reyna að leita lausnanum? Já, tala saman. Já. Þannig að þú myndir bara segja við Kristrúnu minn. Já, að þið verum í bókaþætti. Þú segir lesa bækur. Já. Ég ætla að fá nefna aðra bók. Ok. Það er ein uppáhaldsbóki mín er ævisaga Madeleine Albright. Sem heitir Madam Secretary og þú veist, hún var utanríkisráðherra og það er aftur sko, já, það er sem sagt, það er að því að hún það er svo svo margt í henni sem er svo gott að því að það sem hún varð er svo mikið tilviljun og eiginlega sumt er gott fyrir, ég kalla það sko gott fyrir heiminn, vont fyrir manneskjuna að hún er fædd í Tékklandi, pappinn og mamma voru diplomatar eða pappinn, var sendiherra í London, þannig þau eru stödd utan Tékklands þegar stríðið hófst enda í Bretlandi stríðinu farið síðan til Bandaríkjanna og hún sem sagt síðan giftist manni sem er Albright nafni, manni sem átti að erfa mikið svona fjölmiðlaveldi þannig hún var að læra rússnesku og og var eins og hún segir sjálfa rosa góð í að halda boð og svo var hann alltaf að læra, hún var að vera akademiker og svo átti eignustu börn nema hvað að hann erði aldrei þetta veldi því að einhverju dói vitleysu röð en svo skiljaðu þau þannig að hann kemur heim með daginn og segir Madeleine er hryggalegt, þú ert orðin svo hræðilega ófríð, þú ert orðin svona gömul og ég er að skilja við þig og ég er giftast annarri. Nei, voru þetta bara skilabúð? Já, og þannig að þau skilja og þannig verður til þess að hún fer í pólitík, hún fer að vinna fyrir einhvern þingmann og svo smá saman þannig að þetta er svona skemmtileg að sagða svona örlögum sem að vont fyrir hana persónulega en verður til þess að hennar ævi verður svona allt öðru sig og hún endur með að vera utryggisaður að Bandaríkjanna stórþjóðar þannig að hvort sem við tala um skáldsögur eða ævisögur, raunverulega sögur þá finnum við alveg hvernig þú heillast af að það kom einhverju atburður upp sem gera það verkum að einhver atburður rás fer að stað. Já, það er mjög skemmtilegt. Bryndís Arna sem að er yfirmaður útsendingar. Einhver spurning frá þér til Tönju? Ég held. Mér finnst þú bara svo geggjut. Bara ég get ekki hugsað neitt núna. Mér finnst ótrúlega gaman að hlusta á ykkur og ég sem kona bara fyrirmynd frá takk fyrir það er einlega þetta með fyrirmyndina sko. Það var ég held ég að satt yfir síman sko, þegar áttur ef ég myndi ráða einu sjálf þá myndi ég aldrei fara til, ég myndi ekki koma hingað ég myndi ekki fara neitt einasta viðtal en ástæðin fyrir ég geri það er þessi, er svo að eftir vinkona mín tók mig í gegn nokkrum ára síðan í sambandi við FH að hún sérst var aðstoðarskólamestari menntaskóla vinkona mín hún var aðstoðarskólamestari fjölbrautaskólans í Ármúla og er að tala um það að því þar að mér skilst allavega á þeim tíma var hæsta hlutfallið af útlenskum krökkum á Íslandi semst menntaskólakrökkum
þannig hún sagði að þessi krakkar þau eru komin að mörgur að tala litla íslensku eða enga og sjá ekki fyrir sér hvað þau geta orðið að þau sjá engan í fréttunum eða neðstað sem að er eins og þau. Þannig að þú ert eins konar fyrirmynd eða hún svona kallaði þín. Hún kallaði mig og hún sagði, og ég sagði henni ok, ég heyri hvort að segja hvað vilt ég gera? Hún sagði, já, ég er með einhvern alþjóða dagkontu, þannig ég gerði það af því að þau þurfa að fá, þú veist, þannig ég sagði, ok, þú veist, ég skal þá gera þetta fyrir þig þannig að þú ert svo næs að þú veist, vinkona mín er vinkona sem ég var 16 þannig og þetta er það sem eiginlega drífa mig áfram og ég hugsaði bara, ef þetta getur hjálpa einhverjum öðrum þá skal ég koma á þessum sjálf mig Vel gert Þú átt að fórst út úr bóksunni þar og ert aðeins búin að vera fyrir utan það síðan því þú ert búin að miðla miklu til fólks en Tanja, bara frábært að fá þig Já, bara takk fyrir að deila öllu með mér þú fórst meiri ástir og örlög annara en við eigum bara næst með þér þá opnum við hjartaðið Akkurat Takk hérna Þeir eru bara takk hérna fyrir